Góðan dag og þá byrjum við enn daginn og ég ætla að sýna ykkur skjáan minn. Hér er heimasvæði námskeiðsins, hér er verkefnin okkar og þetta kom þá í gær. Þetta er þá skil númer 2 og við skoðum þetta bara aðeins saman. Þá ég lekkur inn á overlíf, það er ekki annað heldur en að slá á þennan hlekk og hér fáið það aðgang að skjali og ætla ég að prófa að stroka eitthvað út. Ég get það. En þetta ætti nú að vera stillt þannig að þið getið ekki. Þið takið svo afrit af þessu skjali hér. Það heitir vika 2. Ég er búinn að setja það í möppu sem heitir haust 2020 og undir stærðfræði og matla. Og hér tökum við afrit. Og hérna skýriði þetta bara hverju því nafni sem við á, vika 2. Þetta er kannski STM, eða hvort ég noti STM á undan, eitthvað kerfi sem bara alltaf eins. Og svona, ef það væri 2 sem heitir Hlynur, þá mátti ég kannski segja til Ördis, Hlynur Arnórsson. Svona, þetta ætti ekki að fara milli mála, svo vistaði ég þetta og bara byrja að vinna. Og hér er sem sagt skjali sem við vinnum í. Það fara bara hratt yfir þetta aftur. Þetta er sem sagt skiladæmi 2. Og hér er verið að setja inn skrá sem heitir forpittur. Það er búið að safna saman öllum skipunum og pökkum. Svo Jói fjallaði í myndbandunum sínum. Nú er búið að setja það allt saman í einn pakka. Hérna get ég aðeins stillt blaðsíðurnar mínar. Svo er þetta bara uppbrot á forpitnum eða bakskjalinu og þetta er svona bara til að hjálpa okkur að muna. Stundum er ágætt af og til að smíða sér bakskjalið í einum grænum. Stundum er maður bara að teikna myndir, þá heitir það að tigsa á þessu tungumáli og þá veit maður ekki allt þetta. Og smátt, ég vil kannski segja eftir ár, eftir 1 námsár, þá er maður búinn að kíkja inn í alla þessa pakka. Það er að segja að fara inn á stan alltaf og það skrifum við sí, þá segir maður stan og maður skoðar pakka eins og Colorbox. Því að á endanum er þetta óskaplega fáir pakkar. Þessi ekki komnir hátt í 3000 pakkar inn á þessa vefþjónustu hjá stan, þeim sem halda utan LaTeX. En við notum tiltölulega fáa. Við erum búin að gefa okkur góðan tíma að velja úr þá pakka svona einhvern veginn sem bera af. Það er mikið rætt þetta, það sér umhverfi fyrir samræður LaTeX. Þetta er skemmtilegt samfélag. Og við kíkjum til dæmis bara hér inn á stan og skoðum Colorbox pakkan. Við notum hann næstum því eingöngu til þess að ramma inn hvað sem það nú er sem þarf að ramma inn eins og MATLAB útprentun. Og hreinlega og svo kannski síðan með setningar og annað. En hann getur ansi margt þessi pakki. Til að byrja með er ekkert skynsamlegt að eyða miklum tíma í að lesa þessa bæklinga því sjá að þessi er 500 blaðsíður. En það er nú samt einhvern veginn þannig þegar maður nær betri tökum á tækninni að þá fer maður að vilja skoða þetta og það er nákvæmlega sama með þetta eins og hvaðanna blað að vinnureglan er sú og ef maður er að leita einhverju sérstöku þá er þetta að nota svona Ctrl+F skipanir og skoða alltaf efnis yfirlit. Á mánudaginn þá voru þeir hörðustu sem sátt 8. bekk voru mættir hérna klukkan 8, unnu, tóku sér stutt að matatíma, þau voru búin með allt námsefni klukkan 4 og vel gert. Þá notaðu þeir tíman til þess að þá voru komnir í MATLAB og ég bara talaði reyndar námsefni úr annarri útgáfu, það er að segja 23. ágúst. Þannig að þetta er vel hægt. Það er að ná þessu vinnulagi bara. Það veitar allir ofan í því að sitja við heilu og hálfa dagana og einbeita sér að reikna og standa upp og fá sér banana og kaffi. En þetta kemur. Þar með björnin unni. Svo ætla ég aðeins að sýna ykkur. Ég bý hérna til nýjan lit. Þetta er kannski gott nafn á honum en hann heitir Hanablár. Vegna þess að það er bara til þess að hjálpa til að sjá útgáfa númer 2. Hún er Hanablá. Aðeins svona dekt með brúnu.
Þannig að því sjá skilverkefni 2 þá er þið að fara í útgáfu sem gefin úr 23. Þannig að þessi litir eiga bara minna okkur á það og til þess að búa til svona ramma þá nota ég bara T-color box. Þannig að svo ég skoði nú aðeins hérna forpittin. Ég hveti ykkur til þess að fikta ekki mikið í honum og ef þið gerið eitthvað mistök þá getið alltaf farið tilbaka og sótt upp raunlega forpittin. En það er allt til að vita aðeins hvernig þetta lítur út. Nú, þetta er síðan forrit, undirforrit í latex sem heitir Tix og við notum til þess að teikna myndir. Og svo hérna frakki sem heitir Matthäus Læs. Hann hefur búið til Tix pakka úr þeim pakka til þess að teikna svona sléttu myndir fyrir evklískar myndir. Og ekkert af þessu þurfum við að vita strax, en það er allt í lagi að vita hvað bíður okkar. Og hér bara stillingar. Það sem okkur varðar hér er að núna þegar þið ætlið að leysa dæmi, þá bjó hérna til nýtt umhverfi, vegna þess að ég heyrði hjá nokkur að þeim fannst erfitt átt að sjá því hvað átt að gera á fyrsta dæmablaði eða fyrsta skilablaði og þá lagði ég mig bara að því. Það má alveg gagnrýna mig. Ég get líka gert betur. Þannig ég breytti umhverfinu svo litið, bjó til nýtt umhverfi sem heitir dæmi og svo er annað umhverfi sem heita bara verkefni og þannig ég skýri aðeins út hvernig þetta lítur út núna. Þið þurfum bara að færa nafnið ykkar hér inn í reit, nafn 1 og munið að geta þess að þið vinnið með öðrum. Það breytir engu upp á einkunnargjöf við annað, það er bara kurteisi og segir frá því með hvernig maður er að vinna. Og hér eru þá verkefni og verkefni eru svona verkefni sem að hafa ekki endilega fengið neitt fastan sess í bókinni og aðeins bara tala um orðfæri. Þannig þetta er verkefni 1, þetta er það sem á að gera, það er að teikna inn á eina mynd, notið kannski bara teikniforritið sem var gefið í fyrsta skilablaði. Svo æfðu okkur aðeins sem mannáttum var í margliðu deilingu, sýnið bara þetta sé satt með 4 deilingum eða ítrekunum. Þá verður vinstri hliðina þessari hægri hlið. Ef þið hafi mist af því, þá er það myndband til dæmis komið inn á YouTube. Ég sé reyna að setja flest þetta sem við tökum upp inn á YouTube, það þarf að klippa framan á aftan af og þá var þetta svona kannski allt á einum stað líka. Og vegna þess að þetta er nú ráð sem heitir naglaformúlan, það er erfitt að finna hana, þá hveti ég ykkur bara til þess að gera stafskrifundarraðinni. En auðvitað ættu að finna þessar upptökur líka undir Teams. Hér kemur þá að því sem að við viljum ná, til þess að teikna hérna upp þetta fall. Það er að segja þetta fall sem heitir B. Fyrst þurfum við að leysa B úr þessari jöfnu. En í 4 þá farið þið í kennslubókina og finnið fullyrðingu 4 sem týndir svo til. Fullyrðingin er að við höfum gefna línu, veljum að handa hófið punkt á línunni. Oft er gott að hugsa bara þetta sem strik, ekki komum við línu fyrir á skjá, því alltaf má framlengja hana. Og reysið í lóðlínu frá þessum punkti eitthvert upp, bara óákvarðað. Og þetta ætlið þið að gera núna á blaði með raunverulegur hringfara og því að skrifa hérna ókvarðaðri réttskið, þá notið bara venjulega reglu striku eða reglu stiku, við vonum málsett. Svo takið þið bara ljósmynd, til dæmis með símanum og setið hér inn, látið þá bara hjálpa línurnar að vera veikar, allar hringina sem koma og niðurstaðan er þá svona kannski tvístriku, svona dekkri litir á blýantinum. En nákvæmlega svona verður prófað úr þessu á hamfara degi. Þá hafið þið raunverulega hringfara og þið megið hafa réttskeið. Og F5, það er ef punktur og lína er gefin og punkturinn er ekki á línunni, þarf að fella lóðlínu frá punktinum á línuna. Og þetta er allt gert svo sem ítilega bara í kennslubókinni og svo bara að æfa sig að gera þetta. En leið og við höfum gert þetta, þá megum við fá nýtt tól eða nýtt verkfæri sem heitir vinkill og það má þá vera í verkfæratöskunni. Síðan megið nota þessi 3 tól til að skipta hvaða striki sem vera skal í 5 jafna hluta. Ég setti inn töluvert af svona myndböndum sem má kannski fylgja eftir. Af því það er kannski ekkert erfitt að skipta striki í 2 hluta. Og þetta getur maður náttúrulega endurtekið fyrir hvern nýjan punkt sem maður fær. Þannig að fyrst helmingum við strikið og svo getum við helminga hvern helming og við komum með
4 og svo getum við tekið helming af helming af helming, það 1/8 og svo framvegis. En það ekkert augljóst hvernig maður á að skipta striki í 3 jafna hluta eða 5 eða 7 eða 8 tölufjölda hluta. Nú ætlum við bara að klára þetta og þetta verkefni var á síðasta hlutaprófi. Þetta verkefni númer 6. Þá var reyndar ekki leyfður vinkill. Þannig að geta hugsað það hvernig maður gerir þetta bara með grunnverkfærunum. En fyrst ætlum við að geta gert þetta með vinkli. Síðan sjáum við núna formið á þessu. Hér þetta bara æfingar beint úr kennslubókinni. Hér til dæmis æfingar úr kafla 1-4 og þarna afrita ég beint úr bók. En ég leyfði mér það síðasta skilaverkefni að breyta 2-3 dæmum bara því að mér fannst standa svolítið upp og þetta lagfæra það og það truflaði suma og ég tek alveg tillit til þess. Þannig að æfingar úr kennslubók koma óbreyttar hér fyrir utan kannski orðalag en aðrar breytingar verða þá ekki. Og svo bara að fylgja fyrirmælum og vinna sér niður og þetta þá á kafla 1-5 og svo framvegis og svo bara að ganga á röðina. Allir svona kóðar eru hálf óskiljanlegir held ég þegar maður sér það svona fyrst, sérstaklega í forritunarmáli sem maður að kynnast og svo ætti maður auðvitað að setja þá hjá sér einhverjar skýringar, hvað gerir. Þannig safnar maður upp góðum glósum eða útskýringum fyrir hvert kóða. Jafnvel þó maður ekki að sýna neinum. Og svo þegar við búin að keyra kóðan, við kíkja í skjalið, þá notum við þetta umhverfi úr pakka sem heitir Begin T-Color Box og taka þetta burt, matla út, þetta stillir bara útlitið á rammanum. Ég ætla svo að setja það inn aftur og keyra. Þá sjáum við að þetta verður svona grunn útlitið á ramma frá T-Color Box. Jói bjóð þetta til fyrir mig í fyrra eða hitt í fyrra. Bjóð bara til stillingar sem eru geymdar hérna matla út. Við bótar par af hotklofum, þá gjörum við villu. Og þetta bara svona til þess að hafa eitthvað útlit sem minnir okkur á þarna skipanagluggi. Gott og vel. Aðeins að tala krossaspurningar. Hérna á til dæmis bara að setja hak í reit og athugið það liður í þessu öllu saman. Þið fáið allan LaTeX kóðan frá mér svo þið sjáið bara hvernig maður tekkar. Lesið þetta svona í lögum. Þetta ekki bara verið að lesa dæmi, við erum líka að læra tækni. Og horfiði bara á hvernig maður skrifar í LaTeX. Það oft bara best. Hérna síðan bara tæknilega atriði, hvernig ég númera æfingar. Og hér bý ég til umhverfi, bý til dæmi. Hérna læt ég teikna fyrir mig myndir. Og þetta bara forrituð teikning. Ekkert af þessu þurfum við að kunna, nærri því strax. Sumir fullt í fangi með að bara reikna. Ég láta þetta alveg vera. Og ef ég ætla núna að velja mér rétt svar, þá ég bara að setja kross hérna einhvers staðar inn. Það hjálpar mér með þetta. Þessi flata mynd hér, þetta ekki bara beint á bókinni, þar sem útskýrt hvað þetta á að þýða. Ég sé þarna punkt A og punkt B og flata myndin á að standa fyrir, hvað myndið þið segja? Já, strik með endapunkti AB. Já, fæstunum frá A til B. Nei, þá það að vera ör hér. Það eins og fyrir neðan, já. Allt í lagi, þetta vigur? Nei, vigur bara öðru nafni fæsla. Þannig það ekki þetta. Og strika síðan, bara því það styttra að setja striki svona undir bókstafina, heldur en svona, þá þetta bara A og B. Og þeir sem hafa kostið að hafa 2 skjái, geta haft PDF skjalið hægra megin og kóðan vinstra megin. Þannig að ég átti að setja hérna í kannski bara svona X. Og hvernig þetta kemur út, eða skrifa líka bara checkmark, þá fáið þið svona. Allt til að ég ætla að taka þetta burt. En annars má ég fikta þessu hvernig sem af því ég get ekkert skemmt það sem að gefið. Þetta bara afrið sem ég að leika mér með. Hvaða vitleysu sem ég geri,
og get ég alltaf farið tilbaka og sótt upprunastýri, það er ekki að hakka við því. Nú, förum hérna aðeins tilbaka. Síðan er þetta að taka það sem þið hafa verið að gera, eins og á mánudaginn var. Kannski minnist aðeins á þetta, já. Hérna er ég að leysa eitthvað verkefni. Árétti aðeins þetta, að það sem við byrjum á að gera er hreinlega að taka bara afrit af því sem kemur fram í skipanaglugga MATLAB og setja þarna inn. Það er allt og sumt. Síðan getum við lært skipanir sem að sækja inn í skjölin. Skulum aðeins sjá hvernig þetta gengur fyrir sig. Ég ætla að hreinsa það, við sjáum það er ekkert hérna í vinnurýminu, það er allt í lagi. Og ég er hérna í möppu sem heitir Starfræði 3, blað 1, MATLAB. Ég ætla að fara í Starfræði 1, þá fer ég hér í rótina og hér í möppu sem heitir Vika 2. Kannski eðlilegt að ég byrja alltaf á því að fara á réttan stað. Þetta er þá vappan sem ég vinn í. Hérna ætla ég bara að skrifa einhvern texta. A er einhver tala, B er einhver tala og C er summan og ég ætla ekki að dempa með semíkommu. Oft sleppi ég að dempa með semíkommu þegar ég skrifa línur í fyrsta sinn. Sjá þetta. Mér finnst oft gott að hafa skipanagluggan hérna megin. Svona. Drega hann bara til. Þá veit ég hvað er að gerast, þannig að ég ætla að gera þetta aftur, hreinsa núna gluggan, setja semíkommur á allt nema það sem ég ætla að birta í skipanaglugganum. Þá er það komið, þá hreinlega afrita ég þetta. Ég afrita þessu sem þarna stendur og fer svo aftur í LaTeX-skjalið ofan í. Og ég tvísmelli hér á niðurstöðu skipanaglugga, þá fæ ég réttan stað. Og hérna segir begin T-color box, MATLAB boot og end T-color box, það er komið. Hérna er mér ráðlagt að hafa það inn í öðru umhverfi sem ég kalla nú alltaf að minni íslensku verbað-tím og Ctrl+V og þar með er þetta bara komið. En þá birtist þetta svona eins og ég vil þetta líti út. Stil minki þetta hérna aðeins og keyri. Svo. Nú ætti ég að fá það sem stóð í skipanaglugganum. Svona. Ef ykkur finnst það sem kemur í skipanaglugganum taka mikið pláss, þá er hægt að gera eitt því að maður vill helst aldrei eiga neitt við þetta. Það sem maður er búinn að setja inn í skipanagluggan og inn í verbað-tím umhverfi vill maður helst ekki eiga við. En ég get gefið skipun sem að heitir format compact. Hún dregur línurnar örlítið saman. Þannig að því ég er búinn að því, þá get ég gert þetta aftur. Og nú ætla ég að fara aftur á sama stað. Þetta er svolítið mikið pláss, sumum finnst það gott. Við rættum mikið þetta í sumar ég og Jón. Jón vill hafa allt svona þegar við vorum að hjálpast að við að skrifa MATLAB innganginn. Jón vill hafa allt svona með miklu lofti á milli og það get ég vel skilið. Það er stundum auðvelt að lesa það. Og sérstaklega er það ráðlagt fyrir fólk sem er lesblind, til þess að hafa bara mikið loft á milli. En þessu getur við svolítið stýrt sjálf. Svona vil ég hafa þetta, svona þröngt á milli og það er ekkert endilega þægilegt að lesa það. Og stranglega tekið ætti þessi síðasti goggur alltaf að sjást. Þetta er það síðasti sem MATLAB skilar úr skipanaglugganum. En þið takið nú kannski eftir ef þið skoðið uppbryfunar fyrir ekki hérna hverið sem þið eru með í MATLAB, að við tókum stundum gogginn burt til þess að koma bara fyrir meira efni. En svona í verkefnum og annað, þá er góð venja að sýna gogginn. Hann kemur með og maður ætti ekki að eiga við, svona kemur þetta beint MATLAB glugganum, ég ætti ekki að eiga við það. Ég á ekki að breyta neinu. Og stundum á það jafnvel alveg við.
ef að það koma svona flóknar myndir á skipunargluggann, þá á það alveg við líka að taka bara mynd af því sem birtist á skipunarglugganum ef það verður að ná einhverju svona sérstöku fram. En við ætlum að forðast það og frekar að læra tækni til þess að lesa inn það sem kemur á glugganum. Hér ég að prófa ákveðna reglu, lesa ykkur bara í gegnum þetta og svo skiljiði lokamynd. Ég tók, þið sjáu lokamynd í bókinni, þá lítill hlekkur hér á YouTube myndband sem að bara nokkra sekúndur sem sýna bara hvað að gerast. Þá sjáu þið það í GeoGebru og það eftir að láta hana búið til svona hreyfimyndir. Hérna ætlið þið að sannfærast það að 3 af þessum 4 miðjum fyrir þríhyrninga þær skerast í einu punkti og þetta kom svolítið óvart þegar Euler uppgötvaði þetta. Euler er fæddur 1707 en samt voru menn búin að vera að teikna hringi og miðjur í náttúrulega 2000 ár áður. En það er enginn tekið eftir því að 3 af þessum miðjum, H er hæðapunktur, O er miðjupunktur, M er massamiðjan og I er innmiðjupunktur. Að 3 af þessum punktum eru samlína, þar að segja liggja á einni línu. Nú ætlið að láta GeoGebru leiða ykkur í allan sannleika það. Og þið skiljið síðan kannski 2 myndum, þar sem að kemur ein mynd með öllum hjálparlínunum og svo sjáið þið myndina eins og hún í kennslubókinni þess að búið að hreinsa burt allar hjálparlínurnar og við sjáum bara Euler-línuna sem liggur í gegnum 3 punkta og skiljið henni líka. Meira ætla ég ekki að segja um þetta. Nú erum við að komast í algebru og allar jöfnur sem ég gef í þessari bók skipta máli. Ég vil að jöfnurnar sem fáið séu jöfnur sem sjáu síðan aftur. Núna erum við bara að hugsa um algebru og algebrulegar hæfingar. Við eigum að geta verið sjálfbjarga við allir þess að athuga hvort að tilteknar jöfnur séu réttar. Nú er ég til dæmis ekki með brettið mitt, þannig ég ætla ekki að skrifa. Og ég ætla til dæmis að athuga hvort að þessi hérna jafna, sem hér segir, þessi jafna kemur fyrir í svokallaðri breiðbúðastærðfræði, eða þessi hér, hún sé sönn. Þannig að ég ætla að prófa að skrifa þetta hérna upp í MATLAB og athuga hvort að vinstri hlið, sem er hérna megin, sé í alvörunni sama hægri hlið. Þannig að nú ætla ég að athuga hvort að tiltekið regla sé rétt og þá ætla ég að nota svokallaðar Sims-breytur. Þarna voru A, þarna voru B, þarna voru C og þarna voru D. Það eru breyturnar sem koma fyrir þarna í jöfnunum. Ég ætla þá að skilgreina kannski eina stærð. Svo sem var lengst til vinstri í jöfnunni, kallaði hana bara D1, lengst til vinstri og það var A sinnum X og kannski pluss B sinnum Y. Svona. Og ætla að keyra, sjá hvort þetta er ekki rétt hjá mér. Svona. Þetta skilgreindi hérna kolvitlaust. A, B, X, Y. Svona. Þegar ég keyri í fyrstu línu. Jú, ég kom með þessa. Og svo var hægra megin við þessa, vinstra megin við jafnaðarmerkið. Kannski hvernig gata D2, það ætla að skýra þetta stöttu nöfnum. Og það A sinnum Y mínus B sinnum X. Svona. Þetta passar. Við skulum svo bara kíkja aftur á síðan okkar. BX mínus AI eða AI mínus BX. Kemur nákvæmlega eins út vegna þess að við setjum þetta allt í annað veldi. Mínustala í öðru veldi er jákvæð. Þannig að BX mínus AI förum aftur í MATLAB. Þetta er þá vinstri hliðin. Hún á að vera D1 í öðru veldi pluss D2 í öðru veldi. Það er búin að skilgreina það sem stóð vinstra megin við jafnaðarmerkið. Enter. Zeta, plott. Það ætti þá að vera A í öðru pluss B í öðru. Það er eitt þáttana. Og Q kom hér. Það er X í öðru pluss Y í öðru. Svona. Og svo ber ég þetta nú saman við þessi ég hef hérna. Ég finnst okkur þægilega að horfa þetta svona.
En þetta ekki það sem það er að tala um? Hægri hliðin, þessi heitir orðið Z hjá okkur í millireikningum og þessi heitir Q, fínt er. Og þá ætla ég bara að láta MATLAB að athuga hvort þetta sé rétt. Og það eru svona tvær algengar leiðir til þess. Vil kannski skilgreina hvað hægri hliðin er. Hægri hliðin hafa með stórum stöðum. Vinstri hliðin, hægri hliðin er Z sinnum Q. Vil sjá að vinstri hlið er í alvörunni sama á hægri hlið. Þetta tvö jafnaði merki bara því að skrifa MATLAB. Vil sjá að vinstri hliðin er það sama. En það sem er auðveldast og almennt í stærðfræði, þegar maður athugar hvort eitthvað tvennt sé einn og sami hluturinn, að það er að skilgreina mismuninn. Ef eitthvað tvennt er eins, hver er þá mismunurinn? 0. Það er yfirleitt miklu auðveldara. Þannig að ég ætla bara að skrifa vinstri hlið mínus hægri hlið og þá fæ ég þarna kennitölu sem sé strax þetta er rétt hjá þér, ég fæ út 0. Vinstri hlið, hægri hlið. Nefnum að þetta tekst ofta ekki í fyrstu atriðinu vegna þess að MATLAB getur þótt þetta er svolítið svona snúið, sjáu þið. Hún er ekki alveg komið færi á því að margfalda upp úr svígum og svona. Þannig að ég ætla að gera þetta aftur og segja mismunur. Bara einfalda það. Þá eru tvær skipanir sem má nota mikið, það er expand eða simplify. Svona, þegar maður margfalda upp úr svígum. Prófa fyrst bara simplify. Mismun. Kannski bara hafa mismunur. Svona, einfaldaði þetta nú. Þarna kom það, þarna margfaldun upp úr svígum, simplify er það sem við erum að gera á milli tveggja jafnaðarmerki. Við fáum einhverja stæðu, við reiknum, það sé einföldum og svo skilum við svari. MATLAB sýnir náttúrulega enga millireikninga. Við þurfum eins og að gera það. En þetta þýðir þá að þessi fullyrðing að þessar tvær algebrustæður hafa verið einn og sami hluturinn. Ég er búinn að sjá það að fá hjálp. Hjá MATLAB til að sjá þetta er rétt. Nú það var líka hægt að gera þetta öðruvísi og er sýnt þannig í bókinni að það er til röksæð, það er til skipun sem að skilar rökbreytu, rétt eða rangt, 0 eða 1. Þá get ég líka spurt is equal. Er þetta það sama? Er þetta jafnt? Vinstri hlið og hægri hlið. Og hún segir já eða nei. Já. Þetta er rangt svar. Hún á að segja 1. Þannig að þess vegna vil ég vara ykkur við að þegar maður er með stórar jöfnur að maður þarf að gera stundum eitthvað svona fyrst. Vinstri hlið á að vera svona bara margfald upp úr svígum. Expand vinstri hlið. Og hægri hlið jafnt og expand. Þetta þýðir bara að við erum að beita dreifireglum, margfald upp úr svígum, hægri hlið, ætla að prófa aftur, keyra. Nú ræðum við það. Þannig að þið vitið að þessu. En ég mæli alltaf með þessu hér og stærðfræði byggir svolítið á þessu. Að taka eitthvað tvennt, bera það saman, skoða, reyna að horfa á það og athuga síðan, ég athuga bara mismuninn. Ef hann er enginn, þá er þetta það sama. Fínt er. Þá ætla ég ekki að segja meir í dag og við bara förum að reikna. Og svo erum við hér eins og venjulega vant til aðstoðar. Og ég ætla þá að slökkva á þessu. Ég ætla að telja laus sæti. Og hér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Það er þess að 10 laus sæti í fyrirlestri í dag. Og ef einhverju vilja koma og hinga og vinna, þá má þess vegna bæta við 2 borgum hér framan við. Svo vel til að menn hafi ekki þið fullkomna næði. Er einhverjar spurningar? Eitthvað með spurningar heima frá? Þá látum við svo lokið.
Og svo ættu þið að finna seinni partinn í dag, upptökun á þessu þarna bara á YouTube síðunni.